Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 12. janúar er þema dagsins skírn Jesú. Í leksíunni segir Jesaja að Guð hafi valið hann til þjónustu fyrir fæðingu. Í pistlinum sem ég mun aðalega tala út frá stendur að skírnin sé bæn til Guðs. Og í Guðspjallinu skýrir Jóhannes skírari Jesú í ánni Jórdan. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og heyrum hvaða boðskap pistillinn ber okkur, en hann er úr 1. Pétursbréfi. Kristur dó fyrir syndir í eitt skipti fyrir öll, réttlátur fyrir rangláta, til þess að geta leitt ykkur til Guðs. Hann var deyddur að líkamannu til, en lifandi ger í anda. Þannig steig hann niður til andanna í varðhaldi og predikaði fyrir þeim. Þeir höfðu óhlýðnast fyrrum á dögum Nóa, þegar Guð sýndi biðlund og beið meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust fáeinar, það er 8 sálir í vatni. Þetta er fyrirmyndan skírnarinnar sem nú frelsar ykkur. Hún er ekki hreinsun óhreininda á líkamanum, heldur bæn til Guðs góða samvisku fyrir upprisu Jesú Krists, sem steig upp til himna, situr Guði á hægri hönd, og englar, völd og kraftar eru undir hann lagðir. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, í leksíunni skrifar Jesaja: hlýðið á mig eylönd, hyggið að fjarlægu þjóðir. Hér er Jesaja ekki að tala landfræðilega. Hann notar þessa myndlíkingu fjarlægðar til að lýsa fjarlægð fólks við Guð. Enda skrifaði hann sífellt að Guð biðji fólkið að snúa aftur til sín. Til að vekja athygli þess notaði hann hvasst orðalag. Hann skrifaði: Drottinn gerði munn minn að beittu sverði, gerði mig að hvassri ör, og sagði: þú ert þjónn minn sem ég læt birta dýrð mína. Spámenn Guðs áttu að birta dýrð og miskunnsemi Guðs í boðskapnum, en Jesaja sagðist erfiða til ónýtis. Fólkið hlustaði ekki á hann. Drottinn mat hann ekki minna fyrir það. Jesaja var dýrmætur í augum Drottins og Guð varð hans styrkur. Í dag gildir eftirlátssemi, milt orðalag, og reglan er að reyna að þóknast öllum. Enginn predikari fær nú þann dóm að munnur hans sé beitt sverð og boðskapurinn hvöss ör. Svo við þurfum að íhuga hvort að við séum að segja fólki allan sannleikann. Í gegnum spámennina biður Guð fólk aðeins að snúa aftur til sín. Hann biður menn ekki að gefa frá sér eigur sínar eða yfirgefa fjölskylduna. Hann biður aðeins trúfesti. Jesús sagði að hann væri ljós heimsins og Jesaja sagði að Guð hafi gert hann að ljósi fyrir þjóðirnar. Boðskapurinn á að lýsa okkur, upplýsa og vísa veginn til Guðs. Spámennirnir höfðu ekki erindi sem erfiði og að lokum sendi Guð son sinn. Var Jesús hvass í orðalagi? Já. Dró hann eitthvað undan? Nei, hann dró ekkert undan. Sagði fræðimenn og farisea vera blinda leiðtoga og hræsnara. Af hverju veigra menn sér þá við að segja allan sannleikann, vera berorðir og segja það sé ekki nóg að vita hver Jesús er. Það sé ekki nóg að vera skírður inn í kirkjuna. Það þurfi að rækta trúna og halda henni við.
því að aðeins trúin í hjartanu gefur okkur náð Guðs. Já, þemað í dag er skírn Jesú og í pistlinum stendur að skírnin sé bæn til Guðs og Guðspjalli segir að Jóhannes skírari hafi látið það eftir Jesú að skíra hann. Skírnina má því túlka sem beiðni til Guðs að taka okkur að sér sem sín börn. Við skírn Jesú hófst nýr kafli í áætlun Guðs eins og Jesús sagði. Lögmálið og spámennirnir ná fram til Jóhannesar, það er fram að skírninni. Þaðan í frá er flutt fagnaðarerindi Guðs ríkis. Pistillinn segir að Jesús hafi dáið fyrir syndir í eitt skipti fyrir öll til þess að leiða okkur til Guðs. Hann dó fyrir alla. Þetta finnst mörgum ósanngjarnt. Öll viljum við fá fyrirgefningu á okkar synd, en sjáum ef til vill synd annars sem ófyrirgefanlega. Þessari hugsun lýsti Jesús með frásögninni af flísinni í auga náungans og bjálkanum í eigin auga. Lögmálið réttlætti menn fyrir verk, en fagnaðarerindið réttlætir fyrir trú. Menn hafa samt sem áður aldrei getað aðskilið verkin frá hugtakinu synd. Þó að Jesús hafi talað syndina í eintölu og að hún væri vantrú. Samanber syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Þessi orð Jesú undirstrika að fagnaðarerindið er réttlæting fyrir trú en ekki verk. Okkar góðu verk undirstrika hins vegar vilja okkar til að elska náungan eins og okkur sjálf. Biblíulega skiptist veraldarsagan í 3 tímabil. Hið fyrsta var frá upphafi sköpunar þar til Guð lét Móse fá lögmálið í hendur. Á því tímabili voru engin lög. Menn hafa þó vafalaust sett sínar eigin reglur sem hafa gilt innan þeirra samfélags til að halda frið sín á milli. En tímabili sem pistillinn vísar í nær að Nóaflóðinu. Þar segir að eftir dauða sinn hafi Jesús farið sem andi niður til andanna í varðhaldi og predikaði yfir þeim. Þeir höfðu óhlýðnast fyrrum á dögum Nóa, þegar Guð sýndi biðlund og beið meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust 8 sálir í vatni og pistillinn segir okkur að það sé fyrirmynd skírnarinnar sem frelsar okkur í dag. Jesús dó bæði fyrir réttláta og rangláta, það er alla frá upphafi veraldar. Og einmitt vegna þess að allir eru innifaldir í frelsunarverki Jesú, telja margir að frelsunin sé sjálfkrafa, en svo er ekki. Jafnvel þeim sem lifðu fyrir tíma Nóa var gefið tækifæri til að taka afstöðu. Næsta tímabil var frá Móse og að skírn Jesú. Á þessu tímabili vakti Guð upp spámenn til að snúa þjóðinni aftur til sín. Þess vegna segir Jesús að lögmálið og spámennirnir nái fram til Jóhannesar. Það er fram að skírninni. Þaðan í frá er flutt fagnaðarerindi Guðs ríkis. Lögmálið var dómsvald þessa tímabils. Þriðja og síðasta tímabilið er tímabilið sem við lifum á. Tímabil fagnaðarerindisins. Tímabil náðar fyrir trú og aðeins fyrir trú. Með sögunni farisean sem var fæddur undir lögmáli og tollheimtumanninn bar Jesús saman réttláta og rangláta. Þann sem sáttur við Guð og biður leiðsögn
og þann sem telur sig frelsast fyrir verkin sín og telur sig vera betri en aðrir fyrir vikið. Jesús notaði þessar andstæður að vera réttlætur og ranglátur sem hugtök fyrir trú og vantrú, því að þetta voru hugtökin sem leiðtogarnir sjálfur notuðu og þeir töldu sig réttláta. Jesús vitnaði í ritninguna þegar hann setti ofan í við þá. Hann sagði: farið og nemið þetta, miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. En allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, skrifaði Páll postuli. Leiðtogarnir voru ekki undanskildir. Þeirra ábyrgð var meiri en almennings, því að þeir áttu að uppfræða og leiðbeina þjóðinni samkvæmt orði Guðs, en á vissan hátt fjötruðu þeir fólkið og afvegaleiddu með röngum kenningum. Þeir til dæmis skilgreindu fatlanir og sjúkdóma sem afleiðingu af synd einstaklingsins eða foreldra hans og sem reiði Guðs. Þó segir predikarinn, það er hégómi sem gerist á jörðinni. Til eru réttlátir menn sem verða fyrir því sem ranglátir eiga skilið og til eru ranglátir menn sem verða fyrir því sem réttlátir eiga skilið. Sjúkdómar og slys eru ekki merki reiði Guðs, né vegna þess að við höfum brugðist rangt við eða hefðum viljað bregðast við á annan hátt. Og Guð er enn með okkur. Þema dagsins er á skírn Jesú. Hann skírðist í ánni Jórdan og ég las í pistlinum að sú skírn er ekki hreinsun óhreininda af líkamanum, heldur bæn til Guðs. Bæn sem er lögð fram í trúartrausti og von upprisu til eilífs lífs sem barn Guðs. Í skírninni stofnsetti Jesús kristna kirkju og skírnin varð að inntöku athöfn, en athöfnin ein og sér er bara upphafið af göngunni með Guði. Samkvæmt lögmáli Móse voru menn umskornir, en fagnaðarerindið krefst umskurnar hjartans. Páll útskýrir það þannig að umskorinn er sá sem er það í hjarta sínu, í hlýðni við andan, ekki bókstafinn. Eins og Guð hafði sagt við Móse, Drottinn Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna, svo að þú elskir Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni, svo að þú lifir. Það er skírn heilags anda, játning af trú sem leggur veginn til Guðs. Spámaðurinn Esekiel skrifaði: orð Drottins kom til mín, ég mun gefa ykkur eindrægt hjarta og leggja ykkur nýjan anda í brjóst og ég mun fjarlægja steinhjartað og gefa ykkur hjarta úr holdi svo að þið fylgið lögum mínum. Eindrægt hjarta hefur vilja Guðs innprentaðan, eins og Páll lýsir því í 2. Korinthubréfi, ekki skrifað með bleki, heldur með anda lifanda Guðs, ekki á steinspjöld eins og boðorðin voru, heldur á hjartaspjöld manna. Þegar Jesús var skírður kom andi Guðs yfir hann og það er andi Guðs, heilagur andi, sem merkir okkur sem börn Guðs. Skírnin er inntöku athöfn, hún er táknræn athöfn fyrir vilja okkar, en skírn heilags anda fæst aðeins með staðfastri trú að elska Drottinn Guð af öllu hjarta. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.